setja okkur í samband við sveitarfélagið Ölfus og já, Barbara hefur nú oftast verið í spjalli en hún er vant við látin í dag. Hún er í fríi og það kemur maður í mannstað og hann heitir Gísli Eiríksson sem er á línunni. Hann er yfirverkstjóri hjá Auðbjörgu í Þorlákshöfn. Heill og sæll. Blessaður. Hvað segir þú í dag? Við erum bara góð hérna niður frá á okkar svæði. Já, er það ekki? Glæsilegt. Jú. Hvernig er Þetta er verkið og brælur og næs. Ég ætla að mynda að fara að segja, hvernig er stemningin hjá okkur núna? Mikið að gera? Já, búið að vera svona ágætt núna, en síðasta vika var alveg skelfileg. Og þá lítil... Við erum farslega að séð, sko. Já. Það setur alltaf annan endan í svona vinslum að þó við séum að kaupa mörku, það er náttúrulega bara vondiður allstaðar og þannig að það veiðist lítið og... Nákvæmlega. En þessi vika örlítið betri? Já, þetta er aðeins svona lagast og flottur okkar er á veiðum að við sem kom Arnar í land í morgun og hérna, hann er á Smurfóð og var aðeins bíla hjá honum eitthvað í stýrinu og þannig að hérna, þetta svona horfur aðeins betur. Hvað eru þið með mörg skip þarna frá ykkur sem... Við erum með 2 skip. 2 skip hérna, Anna er Netabátur, Ársæll. Já. Og svo er Arnar og Smurfóð og hérna, já, erum með 2 skip. Við vorum með 4 og hefum hérna dreigja hans saman í skipaflótunum. Kvotinn, það vantar kvota, þá sé nóg fisk, það vantar kvota, það er bara bráðvantar. Þessi skemmtilegi kvoti? Já, einmitt. En eins og ég segi, Auðbjörg er svona grúttulegt fjölskyldufyrirtæki og mjög gott að vera hérna og starfa og hérna, við erum hérna í svona, eins og núna, nú er þetta svona, mannahaldi er svona, já, við getum sagt kannski svona 60 með sjómönnum, 50-60 og svo leið. Já. Og í landiðslunni sjálfur er svona 25-30 en svo breytist allt hérna þegar að humarinn byrja hjá okkur, þá hérna fer allt á hvolf hérna og 50.000 á krokkum og við erum alveg upp í 100 held ég. Já. Í landiðslunni þegar að mest er, sko. Þá er mikil stemning. Það er mikil stemning og hérna, og ég sem að segja að þó að maður getur orðið svona svolítið sko þreyttur á þessu ásumrin sko þegar svona sérstaklega er fyrir að líða á að þá er september valla búið þegar mann er fyrir að hlakka til aftur sko. Já. Þú veist, þetta er svona stemming sem kemur og mikið að gera og það er náttúrulega, fiskur er náttúrulega bara matur og það þarf að passa mikið til þegar að vera að vinna þetta en það er einhvern veginn, þú ferð einhvern veginn meira á lappirnar þegar það er humar og hann er náttúrulega gríðarlega verðmæti og gæðin fyrir að vera alveg tipp-topp og það kostar mikið. Þú ert að tala að þegar mest er að þá eru 100 manns að vinna þarna. Ekkert mála að manna þetta? Fólk vil vera með? Já, sko, þú veist, við mönnum tókum smá svona, gerðum smá breytingar á þessu hjá okkur núna í sumar að þá stýrðum við bara eftir miðað við skólana. Við byrjum á humri þegar menntaskólinn er búinn og þessir krakkar eru olmi að koma að vinna. Já. Og alveg olm og þannig að við höfum ekkert verið að taka neitt sko fólk sko sem er ekki í skólum, við ekki nema bara það sækjum á þessu tíma en við höfum ekki þurft að auglýsa neitt því að það er bara fyllast hérna hvert blaði og bókin á þetta annari hjá okkur þegar við erum að skrifa niður þessa krakka á. Og við byrjum sérstaklega kringum 10-15. Maí í fyrra og það passaði, þá voru menntaskólandi búnir og síðan bættu við yngri dildinni þegar barnaskólanum þegar þau voru búin. Já. Og flottir krakkar með að kannski vinna hraðar en samvinskusum að gera vel. Já, duglegir. Já, sko, þetta er bara allt öðru vísi heldur þegar að maður var sjálfur ungur, sko, þá var endalist kapp í öllum, sko, að reyna að vera fyrstur. Já. Þau veru svona aðeins öðru vísi heldur við Takku svo aðeins rólegra? Já. Takku svo aðeins rólegra? Já. En mér langaði að segja frá einu, ég fór á tónleika síðasta sunnudag. Já. Kvöld. Og hérna, þeir kalla sig Drangar, hérna, Jónas Sig og hérna, Múkisson og Ómar. Snillingar. Algjörið snillingar og veistu að hafa bara gæsa sko. Já, ég er búin að heyra þetta frá mörgum og samstarfskonunum minni hérna á Suðurland FM að hún segir þetta líka, þetta er bara gæsa á það.
Þetta bara gæsa á það. Að vísu, sko, ég náttúrulega, þetta kemur aðeins fram hvað maður farin að elda, sko, mér fannst að spila aðeins svo hátt. Já. Þú veist, mér fannst aðeins að maður nýtt ekki, sko, þú veist, en hvernig spila og, þú veist, þetta svona, ég myndi flokka undir svona smá blues og, þú veist, hver maður fara að leika sér og þeir gera það svo vel og það svo gaman hjá þeim einhvern veginn og þetta skila sér algjörlega inn í salin, sko. Eða flokkað undir blues, Gísli, þá þarna það oft þannig að þeir sem spila blues, að þeir spila hátt. Já, og eins og ég sé, ég hef mjög gaman að blues og mér finnst þetta að vera svolítið svoleiði, sko. Já. Að vísa er ekki alveg búin að meðtaka þetta hjá nú ekki svona, þetta 12 dæmi að það. Því hann svo ógeðslega góður að gíta líka. Já. Að ég er ekki alveg að skilja þetta, en jú, þetta kemur flott út og svona, en þeir, þú veist, þetta var alveg, ég miða átt við, sko, ég fór á tónleika með Múkisson í það. Fyrir, það helst bara akkurat 2 ár síðan og það er bara einn flottasta skemmtu sem ég hef séð. Já. Þú veist, það var þegar hann fór hérna hringinn, já. Áhöfnin á Húna? Já, nei. Þegar hann fór sjálfur með bandið, sko. Já. Í hérna, dýrahúsinu hann ekki. Jú. En ég toppaði þá tónleika, ég sagði þeir væri betri, ég fór 95 á Rolling Stones í Kaupmannahöfn. Ég held að væri ekki hægt að toppa það. Já, takk fyrir. Sko, mér sem Mick Jagger heilsaði mér í eigin persónu, eða við svo vorum við 50, 60 manns að það, en hann sagði... Hann heilsaði þér? Hann heilsaði mér, sko, ég tók það alveg beint til mín. Já. Það var alveg skuggalega flott, sko, en svo hérna, þegar ég fór á þessa Múkisson tónleika hérna, þá sagði ég bara, þetta toppar rólingarna. Ég var bara alveg, maður var bara stjarmur og ég mitt heyrði fullt af fólki hérna í Þólasöld tala um það, þetta var bara eitthvað alveg ótrúlegt, sko. Já, það þarf nú mikið til. Það þarf mikið til og sko þegar menn eru svona, ég ger nú að vísa ekki drosalega mikið að þessu en ég finnst þetta óbáslega gaf því ég ger þetta. Þannig að það er hellingur að gera þetta í Þórðarsöfn og leikfélagi með hérna, leiksýninguna, hérna Makalus, ég er bara pröfuglega búin að tala um það við ykkur en það er stórkostlega skemmtun og ég skora bara alla sunnlendinga að taka bara bíltúrinn og geta kíkt í hérna jólalabor til tóna og kosta 4.500 og þú veist, ódýrasta jólalabor og allt til alls þar, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig er Gísli Kívanisklúburinn í Þorlákshöfn? Er hann öflugur? Hann er svakalega öflugur. Eitt svo öflugast á landinu. Já. Það eru hérna, það er ákveðt og kemur inn á það því að við erum núna, ég er sjálfur félagi og við erum akkurat núna í brettubermarnar og fara að selja og reyna að fá peningin í styrktasjóð hjá okkur. Við erum með svona sjóð hjá okkur sem að við seljum jólatri og rakettur og svona reynum að sníkja peninga eða fá peninga í vasan, ekki okkar vasan, en heldur Kívanisvasan og deilum því svo út hérna inn í bæjarfélagi til fólk sem á erfitt eða hérna og aðalega svona reynt að tengja til barna. Já. Stutt vel við, ég segi vel með fjárhagi hjá okkur og við íþróttafélaginn og hestamannafélagið og það er ótrúlega mikil kroskaðinn í öllu. Já. Það kemur mann óvart og félaginn, sko, sem að ég man eftir held ég séu 12. Þannig að maður heldur að séu allir íslæðir inn í eitthvað hérna, sko. Já. Við erum 60 eitthvað í Kívanisklúbbnum, þannig að það er frábært. Eitt svo stæðsti, Vestmannaeyjaklúbburinn er öflugur heldur við upp á fjölda, sko, en við erum hérna, eins og ég segi, þetta er bara fínt starf, segi ég. Og gott að búa í Þorlákshöfn? Mjög gott að búa hérna og já, eins og ég segi, sko, að hérna, ég kem frá Akranesi, ég átti heima þar 14 ár. Já. Og flutti hérna út að ég var á tógari hérna sem heitir Jón Vítalín og þetta ég var að leiður á þessum ferðalögum og hann ég hugsaði að það er allt til að prófa þetta og það er ljótt að segja, sko, samt ekkert ljótt að það var eina sem að mér var skrítið í komið að mér var samfélagi ofsalega fínt og að það var ekki áfengisverslun hérna og það var ekki súkrós hérna. Já. Ég þarf nú sem betur síðan í 13 hef ekkert þurft mikið á súkrásum að halda
en fer nú stundum í góðu búðunni sem ég kalla það. Já. En það er búið að bæta úr því, við erum allavega konum á áfengisverslun, það er spurning hvenær sjúkrahúsið kemur. Já. Við verðum örugglega staðistir einhvern tíðan hérna á Suðurlandi. Já, það lítur að vera, ekki ráð fyrir því. En þannig að þótt að sé bræla og kannski lítil veiði og þá er hægt að finna sér ýmislegt til að gera. Já, og eins og ég segi, félagsþáttur hérna er gríðarlega öflugur og maður finnur svona, mér finnst vera einhvern veginn léttar yfir öllum. Það er svona eins og maður hafa aðeins á tilfinningunni að svona, þetta sé eitthvað að lagast, sálatetri í fólki og eftir þessi leiðilega ár þarna sem komu. Og fyrst, maður finnur að það er svona, já, eitthvað svona aðeins meira power, sko. Nákvæmlega, það er glæsilegt. Og eins og ég segi, svo hjá okkur hérna í fyrirtækjunum að við náttúrulega erum bundin ofsalega mikið þessu náttúruöflugum eins og veðri og ef að bíl er eitthvað þá kemur það strax við þessa vinslur, sko. En þetta helst allt í hendur. Já, þetta hangir allt saman. Hendur stórgott. Gísli Eiríksson, yfirverkstjóri hjá Auðbjörgu, takk fyrir spjallið og bara gaman að heyra í þér. Sömuleiðis, bara virkilega gaman, þetta er bara léttar aldrei ég held. Já, það er aldrei að vita nema við höfum þetta bara reglulegt, heyrum við þér reglulega. Já, þú spáir í það. Ég spáir í það, herru, takk fyrir þetta Gísli. Sömuleiðis. Takk, bless. Bless.